Ég var ekki ákveðin hvað ég ætlaði að læra, þannig að ég ákvað að fara háskóladaginn og ég hélt að ég væri mjög mikið svona raungreina nörd að eðlisfari, finnst starffræði mjög skemmtileg. Kom þá í ljós að ég gat alls ekki setið svona lengi við tölvu, ég er rosa virk manneskja, þannig að ég tók bara þessa U-beygju og fór í tómstunda félagsmálfræði og þetta sé alls ekki eftir þeirri beygju sko. Draumurinn er að spila í efstu deild, eða verða tekið eftir manni í landslið, jafnvel fara út erlendis í atvinnumennskuna. Ég vissi ekki að það væri til svona skemmtilegt nám. Ég er þarna bara fyrir mig, mér finnst alltaf gaman að mæta í skólan, maður læri alltaf eitthvað nýtt og svo er alltaf hlegið og haft gaman sko. Kennararnir eru dásamlegir, það er eins og ekki til orð yfir bara hversu góðir og yndislegir þeir eru. Þeir eru rosa opnir til þess að koma til móts við þig. Þeir hafa svo mikla ástríðu fyrir þessu og það smitast rosa mikið út í nemendurna. Ég mun klárlega nýta það út í lífið sko. Ég er fædd og uppalin á Vopnafirði og svo flyt ég á Akranesi þegar ég er 8 ára. Bý á stúdentagörðunum og mín upplifun þar er rosa jákvæð. Mjög stutt að fara, það er alltaf líf og fjör, allavega helgar. Tónlistin, og hún engir mig líka svolítið mikið. Ég hef verið að spila gítar síðan ég var 11 ára og syngja bara síðan ég var lítil. Ég hef verið að vinna á Hrafnistu. Það finnst mér alveg æðislegt að vinna með gamla fólkinu. Það bara býr svo mikil reynsla og þekking þarna. Ég hef rosa mikið verið að nota gítarinn og sönginn þar og það er aðalega bara til þess að taka nokkur lög, fá þau til þess að syngja með mér eða þau hlusta bara til þess að virkja þau aðeins í félagslífinu. Framtíðin er svolítið mikið að kannski þróa það, jafnvel fara á mismunandi elliheimili og syngja fyrir fólkið. Mér langar að fólk heyri það sem ég er bara að semja á bókaðan tíma með útsetjara og ætla að reyna að gefa út tónlistina.